Sverrir, það er komið að þessu. Hvernig leggst þetta verkefni í samfélagið Grindavík, þjálfarann og leikmennina? Allir klárir í bátan? Já, allir klárir og leggst bara mjög vel í alla. Og fólk bíður bara stuðningsmenn og leikmenn og við þjálfarar og allir. Aðstandendur liðsins bara bíðum spennt eftir þessu. Er hópsöfnun þarna í Grindavíkinni? Er það langferðabílar fullir og bara einhver einn eftir til að slökkva ljósin og meðan leikurinn fer fram? Ég vona að verið þannig en ég veit ekki alveg með hvort það séu, ég veit ekki hvernig það er með sætifæri. Ég veit að samt bara að það verði vel mætt. Fólk fer bara á sínum bílum örugglega og iðkendur í yngri flokkunum náttúrulega fara með foreldrunum og þannig að ég held þetta verði mjög vel mætt á leikinn og örugglega líka úr Keflavík og þannig að þetta verður örugglega bara algjör veisla. Búið að vera athyglisverður gangur á Grindavíkurliðinu hjá þér, svona öldudalur, fara hátt og lágt á mjög skömmum tíma. Er það verkefni þitt fyrir bikarinn að ná þeim einhvers staðar þarna í miðjunni eða? Já, það er algjörlega það. Við erum alveg, þegar við erum að spila okkar besta leik, erum alveg feikilega gott lið en svo hefur við verið að detta niður á plan sem að við viljum ekki vera að spila og eigum ekki að vera að spila á með við mannskap og en jú, það er algjörlega mitt að fínstilla þetta og sjá til þess að liðið verði á réttu spori. Hverju heldur að refurinn laumi á? Ég meina Siggi, hann er nú þekktur sem sonur Laugardalshallar og með hann sitt annað heimilisfang hérna á tíma. Heldur hann verði ekki með ykkur brauð þarna í pokahotinu fyrir þig? Jó, alveg pottþétt. Hann er Siggi náttúrulega besti þjálfari í sögu körfuboltans og hann er bara feikilega öflugur og marggott verið í svona leikjum og við erum náttúrulega bara, við þurfum að vera tilbúin að bregðast við öllu sem að Keflavík setur upp og þessi vika hefur farið í að gera okkur klár í það. Það er, eins og Sigurður sagði áðan, að það er vitað að Carmen Tyson verður ekki með. Hvaða áhrif telur að það hafi á leikinn í báðar áttir? Ég er bara, eins og ég er búinn að segja margoft, það er búið að spyrja með þessu öllum fjölmiðlum, ég pæli bara ekki í því. Ég veit að bara Keflavík er með það öflugt lið. Þær eru eins og allir vita með gríðarlega mikla breidd. Þær fengu Bryndísi Guðmunds inn aftur áramótin sem er komin í miklu betra form núna heldur en þegar hún var að byrja með þeim og þær verða með öflugt lið. Þetta verður bara öðruvísi. Kani er frábær leikmaður og gerir mikið upp á eigin spýtur. Þetta kannski verður öðruvísi bara uppsett hjá þeim þá, en þannig að við erum ekki að pæla í því. Við þurfum að hugsa okkur og framkvæma allt vel sem við erum að leggja upp. Sverrir, er það sútari? Já, það er bara alltaf verið þannig. Það hefur haldið því. Það verður ekkert breytt út af vannum með það. Það er bara ræli í tískan. Góða skemmtum helgina. Takk fyrir.